Trúðalestin á FM 957 farin af stað og ég get sagt ykkur það að við erum með veislu fyrir ykkur hér í dag. Á móti mér sitja einn harður og svo annar aðeins mýkri. Rikki, hvernig hefur þetta? Ég er bara fyllandi góður og fróðandi fínn. Það er gott að heyra. Og Egill, hvernig ert þú? Þetta herrmættið púp. Það er svona að gera það. Var þetta ekki ágætt það? Já, ég bara... Það er bara eins og púp sem endurfættur þetta. Já, þetta er nærðurum heldur vel enda. Gæði fyrir það, gæði kjalla. He's the best, þannig að ég þarf að herma eftir hún. Ég held að Blúðari væri mættu bara. En það er kannski gott að ég taki við góðan daginn, kæru hlustendur. Og það er trúðalestin sem er farin hér á stað í beinni útsendingu frá Ölgerðinni Bjórskólanum. Við sitjum inn í Bjórskólanum. Já, við sitjum inn í Bjórskólanum. Það er sennilega ekki hægt að sitja á betri stað á Íslandi akkurat núna. En núna er Richard, nú er þú dagskrárstjóri F957. Já. Og F957 stúdíó er gluggalaust stúdíó með enga loftþættingu. Já. Af hverju breytur þið ekki í, til dæmis Bjórskólan? Það er mjög góð gild ástæði fyrir því. Gertu þig, Richard? Já. Hvað, ég meina, sko, það var yfirhalning á Bylgjustúdíónu daginn. Það er geggjastúdíó. Geggjað. Það er geggjað. Nú átt þú bara að heimta budget, Richard. Takk þetta í gegn, án grís. Allt annað að vera hérna. Herru, við förum með þetta með Gústa, en það er geggjað þáttur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að vera undir 6. Þetta er allt út af því að það er jóðdagurinn. Það sem að Túborg Júlebrí er að mæta á knæpur bæjarins 20:59 kvöld, það er ganga og annað og við förum betur yfir það á eftir. Þú veist eins og fyrir ykkur fyllibittunar, er þetta svona stór dagur á hverju ári þegar að fyrsti bjórinn kemur á? Get ekki tala fyrir mig, en Egill getur kannski útskýrt það. Ég ætlum að fyllibitta. Já. Ég elska jólabjór, eða glæpur það? Nei, það er ekki glæpur. Nei, ég hef aldrei, ég elska jólabjór. Já. Og þú veist, þú kemur til heimsóttíminn og hann tróðfullur jólabjór, kikið í tíminn í desember. Rétt. En ég, veist þetta, skemmtilegt framtak. Ég mæta hann sjálfsögðu kvöld, það er 100%. Já, ekki nokkuð spurning. Herru, þátturinn í dag, við förum í mynduri fyrir Cass. Nei, það er hvort mynduri frekar. Rassandlit, við erum að fara í hvort myndur frekar. Kallaði mig rassandlit einu sinni. Þú sagðir myndur yfir Cass, við erum ekki að fara í það. En kallaði mig rassandlit einu sinni. Nei, ekki gera það. Hóttum ofbildi hérna. Nei, alls ekki. Herru, við ætlum að fara við fáum góða gesti til okkar. Við fáum menn sem eru svona vanir að sitja í stjórnunarstól á þessum tíma á föstudöfum vanlega. Við fáum Blóð Steinda til okkur í heimsókn. Já, ok. Já, þeir eru með tilkynning. Það er alveg tilkynning. Þeir bræður. Það var spennandi. Ég ætla að reyna, Egill, þú ert með númer í hjá honum. Ég ætla að reyna að hringja í Brjánbreka. Já, það væri best. Sjá hvort hann svari. Svara líklega ekki, en reynum. Herru, við ætlum að fara í tengingu, spurt og svara með gilsarinnum og það er, ég er að sjá hvort lið hérna sem ég fatt ekki alveg, Battle of the Billionaires. Það kemur eitthvað frá þér, Egill. Nei, þetta er bara, þetta er spurning hérna. Milli ykkar. Já. Þeir eru báðir highly successful. Þú reyndar ekki mjög nýlega, þú veist bara fyrir árið síðan varstu með lóðrétt en á stuttum tíma búin að gera þig frekar mikið, sko. Akkur var ég með all lóðrétt fyrir árið síðan? Hverju? Það er bara, Guð veit, en þú er búin að gera það. Þú ert the fastest rising star á Íslandi right now. Þú er búin að gera það vel og þess vegna er Battle of the Billionaires og ég er með spurningar á ykkur félagana. Og hver vinnur, ég myndi segja að það er 50-50. En við erum að byrja þáttinn, strákar, á að þið trúðarnir, af því þetta er trúðalestin, þið mæti hér, þið sitja á móti með báðu tveir, þið eruð í þessum svokallaða official Rikka G ból. Má ég spyrja, Hjörvar, hvernig fekk Egill þennan ból? Já, ég pantaði hann. Pantaði hann? Ég fór bara internet og pantaði hann. Ég rettaði bara gilsarinn mínum ból og honum hefur alltaf döðlanga á official Rikka G-bólinn. Við erum ekki búin að sjá þið nema 800 sinnum í honum og okkur eru alltaf langað í hann. Ég rettaði mínum í útlöndun núna daginn. En keiftur þið þinn í seglagerinn ægir eða? Já, hann er aðeins stór, ég skal viðurkenna það því að ég sá sko að ég vissi það að Rikki G myndi væntanlega ekki verið slimfitt. Þannig að ég hakaði líka við custom fit eins og þú, þannig að ég kefti hann aðeins stóran, viðurkenna það. Þetta er geggjaða bólur. Geggjaða bólur, já. Það passaði ekkert öll tækifæri, svo er ekki stundum í honum í gimmunu og kannski sama bara... Ég hef aldrei verið í þessum ból í gimmun, ekki ljúa. Þú byrjar að ljúa hlustundum með það. Og kannski sama kvöldur en á hann á jammunu. Það er það sem ég fíla á hann ból. Já, og svo er hann að spila á hverjusbæðnum líki í bólum. Reynda búin að tífalda veltuna þar, ég viðurkenna. Já, það er búið að tala um þessa tífalda veltu sem enginn kannast við nema Hjörvar, en áfram gakk.
Takk. Herðu, við ætlum að henda okkur í lag og svo fyrir við í slúður eftir smá. Það er þannig. Það held ég, trúðalestin á FM 957. Hér á föstudegi við erum í beinni útsendingu frá bjórskólanum í Ölgerinni. Þú mátt vinna svolítið með þetta ekki, út af við erum trúðalestin. Já. Lestin er komin á stað, lestin er komin á, við erum lest. Er ég lestastjórin eða? Já, þetta er góða punktur. Já, Rikki leststjórin. Já, þeir eru semst að móka kólunum, ég ránaði með það. Nei, við setjum í VIP-inu með jökulkaldan Jóla-Töborg. Já, það er einmitt ástæðan fyrir því að við erum í beinni frá bjórskóla Ölgerarinnar. Við erum á bar, við setjum núna á bar. Já. Ég vil til að hlustendur fattir nákvæmlega hvað er að frétta þetta. Já, við komum á jóðdeginum á eftir en það er komið að slúðri og ég er klár hérna með 3 móla. Já, hörðu, með fullri verðingu, Rikki, fyrir þér og slúðruninu. Já. Þá ætla ég að taka slúðri. Já, ég fýla það. Takk fyrir það. Egil, við vorum bara að ræða þetta í dag. Já. Ég sagði við þig, á ég að taka slúðrið eða þú? Já, ég sagði þú. Já. Ég með langa að þú myndir eyða tíma í að semja það. Já, svo myndir þú taka það bara að mér. Já, akkur er þetta ekki sjokkers? Nei, þetta er bara gott comedy. Þetta er ekki gott comedy. Þú ert yfirleitt með eitthvað slags slúður. Ha? Ég ert allir, Hjöppi. Ég get alveg sammála því. Það er allir þjóðir sammála. Þú veist, Rikki er yfirleitt, það besta sem Rikki gerir er furðufréttastofan. Þegar hann segir furðulega fréttir, sko. En slúðrið er alltaf liðlegt. Já, furðulega fréttir er að Halli og Lattir í sömu bólunum fyrir fram. Er það furðufréttir? Við erum í official Rikka G-bólunum, sko. Já, ok. Slakað á. Málið er, Rikki, að þú ert alltaf með eitthvað fólk sem enginn þekkir og það er svolítið þreytt. Þannig að ég er að vinna með fólk sem allir þekkja. Sammála. Ég ætla að byrja að fara yfir móla sem ég vil meina reyndar að sé horseshit. Það er ekki oft sem ég er með móla sem ég held að sé horseshit. En Hollywood Live, sem er frekar svona virt slúðu síðan. En virtast slúðu síðan. Segir að Kim Kardashian og Kanye sé að fara að skilja. Oh, I like that. Og þriðja barnið á leiðinni. Það er sem sagt, þegar hún er ekki að ganga með barnið sjálf. Hún kemur svo búin að fjallum. Hún ennir því ekki. En það er á leiðinni, sant? Já. Og ég held reyndar, I call bullshit. Ég er búin að fylgjast með Kim og Kanye núna í... En þú veist, Kanye West er a loose cannon, sko. Ég held að þetta sé Horseman. Já, hann er... Eftir að reif mækin af Taylor Swift... Aldrei fyrirgefa honum. Og niðurlega hann á sviðinu. Ég veit ekki hann, ég er búin að vera fyrir fíl út í hann. En sko, ég er að bakka hann upp í þessu. Ég held að það sé allt í toppstandið hann. Hann er a loose cannon. Það er einfaldlega þannig. En það segir líka að sex life er búin að droppa. Hver í anskotan veit það? Það er bara... Það er tala, sko. Það er tala samanstelpunar, sko. Kris Jenner. Mamma hennar. Hún har skúpað þessu. Já, hún har skúpað þessu. Málega, ég ætla bara að uppdata þjóðina. Rumors, en þetta beða fólk sem að slaka á. Þetta er mjög líklega að kjafta þetta. Ég veit að það er margir brjálaði. Slakið á. Það er margir brjálaði núna. Ok, frábær slúður, Egill. Nú ætla ég að fara í eitthvað þekktasta celebrity beef sem er í gangi í heiminum. Celebrity beef, ég elskar celebrity beef. Ekkert skemmtilega gott celebrity beef. Já, sammála. Þetta celebrity beef er á milli The Rock og Tyrese Gibson. Tyrese Gibson, frábærleikari. Já, ok. Já, til það mikið líðu. En ok, allavega hana. Þeir leika báðir í Fast and the Furious. Og eins og allir vita, The Rock kom inn í Fast and the Furious og stál sénun eins og öllum myndum sem hann mætir í með þessa 65 cm handleggi og vöða mikla brjóskassa. Það er ekki til ofmetnari leikari en The Rock, en áfram gakk. Hvað er ekki? Hann er leikarinn The Rock. Er ekki hæstborgaðastir leikarinn hann? Ég launastir leikari í Hollywood. Okay. Þetta er ekkit eðla slaku leikari. Jesus Richard. Enn og aftur drullar á þig í þessu blessaða lífi. Hefur þið séð Ballers með The Rock? Já, ég séð eitthvað þætti, frábært. Nefndu eina slaka mynd með The Rock. Hefur þið séð Baywatch með Rock? Já, frábær mynd. Já, hann einnig endar. Já. Í alvörunni, að hvaða leiti? Við FM fjölskyldan fórum á myndina saman og frábær. Já, ok. Já, geggjað. Ok, frábært þú setja Rock hater, Richard. Þegar þú ert komin í gott stand, þá kann þið kannski læra að meta svona mann eins og The Rock. Sem bara þosk, sexinum á dag og græmmiti. Já, að því hann er með 65 cm handleggi sem hann sprautar í og annað. Passaði hvað segir Richard þegar The Rock getur kært þetta. Nákvæmlega. Ég ætla að maila á hann eftir. Segja að Richard það er að saka hann. Það á therock@rock.is eða. En málið, ég ætla að þetta fólk.
Þessi Tyrese Gibson sem svona side clown í Fast and the Furious. Hann svona, hann á 10 línur og það allir eitthvað svona one-liner. Það var eitthvað svona, damn, that shit was whack. Já, nákvæmlega þannig setning. Og málið að þá að gera spin-off í gegnum, bara í kringum karakterinnas The Rock sem heitir Hobbs. Hann að koma auka mynd bara basically karakterinnas Rock sem þýtti að þetta fresta nýjustu Fast and the Furious til 2020 en ekki 2019. Fast nýju. Það var ekkert að gera hjá Tyrese. Hann trompast bara og vera að spamma Instagramið á The Rock. Ætla að láta fresta myndinni út af þá að gera eitthvað spin-off mynd karakterinn þinn þegar það búið löngu búið ákveða myndið verið 2019. Og þeir byrja að rífast á Instagraminu. Tyrese búin að delete þessu kommentum í dag en power of screenshots náðu þessu öllu. Og hann setur Instagram skilaboð í fyrradag, Tyrese, og hann segir Hello world, hello loyal fans and loved ones from our Fast universe. I'm sorry to announce that if Dwayne, skrifur nafnið hans vitlu sem að vera greinlega eitthvað diss, is in Fast 9, there will be no more Roman Pierce, sem karakterinn hans í fitness í Fast and the Furious. Þannig að hann að segja, ef að The Rock verður, þá hann off. Sko, öllum sama Tyrese þú sitt off. Það öllum saman Tyrese. Tyrese Gibson byrjaði þessar festmyndir almennilega. Ekki. Þessar myndir snúast 3 menn. Eitt til niður látin Paul Walker, síðan þetta Vin Diesel og The Rock. Guð bless hann. Myndir snýst Jason Statham, The Rock og Vin Diesel. Tyrese Gibson side clown. Ok. Það nákvæmlega sem eini gæðin sem við söknum úr myndunum hann. Málið þetta byrjaði. Út af því að Rock kallaði hann Candy-ass. Þetta byrjaði því að hann fór í viðtal og sagði My male coworkers are a different story than the females. My female co-stars are amazing. Síðan segir hann hvað, kleiftur upp Bandaríkjaman? Hann segir the ones that don't are too chickens to do anything about it anyway. Candy asses. Hann kallaði Tyrese Candy ass. Það fór illa í Tyrese. Þannig byrjaði þetta celebrity beef. Ekkert Íslands celebrity beef í gangi? Svona nýlegt. Eða þú veist Bjöggi Tór og til dæmis Bjöggi Tór vs. Skúli Mógensen. Það var í good shit celebrity beef. Það var í geggja celebrity beef. Þeir eru ekki held í celebrity beef. Sko celebrity beef verður að vera í fjölmjölum. Annars eitt gaman aðeins. Ég veit það. Ég átti árið 2004 í celebrity beef í Bjarni Töframann. Í dag er búin að beigja því hedge. Ákveður fer ekki að hjólar í einhvern stærri gæð. Ákveður fer ekki Robert Westman og startar celebrity beef. Bara frétt á morgun að vísa Robert Westman a piece of shit. Já. Frétt á morgun neglir því andlætið á hennum og þá nefnilega þá veit fólk að átt hellinga pening ef þú farin að hjólaði Robert Westman celebrity beef. Það er góða punktur. Og þá mæntalega svara hann og lesiði með og það er góða punktur. Keirið með þetta. Herðu, þetta var gott slúður hjá Gillisann. Við ætlum að henda okkur í nokkrar auglýsingar og við höldum síðan áfram með þennan frábæra þátt Trúðalestin á FM 957 í beinni frá Ölgerðinni. Tösku- og hanskabúðin. Eigum gott úrval af fallegum hönskum fyrir dömur og herra. Sendu frítt allt land. Tösku- og hanskabúðin við Hlemm. th.is. Takk fyrir frábærar móttökur í sumar. Nú eru nýjar 360 gráður myndir komnar inn á já.is. Matur sem degrar við líkama og sál. Serrano. Fresh, happy, Max. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Snjórinn fellur á dönskukranni í kvöld klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. Alvöru nautakjötshamborgari. Burgerinn, Hafnarfirði. Happy hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Man of Richard. Maður þjóðarinnar og vöðvinginn. Trúðalestin á FM 957. Hey now baby. Oh mama don't play now baby. Say hey now baby.
Trúðalestinn á FM 957 hér í þráðbyrni frá Ölgerinni. Strákarnir skruppu aðeins fram en ég ætla að nota tækifærið og ég ætla að heyra aðeins í hlustendum. Alltaf gaman að heyra hvernig erum við að standa okkur strákarnir í þættinum í dag. Er ekki búið að vera gaman og ég segi halló FM. Já, Riki. Já. Sæll og blessaði, Kitty Mack hérna fyrir útvarpskona og létt 96,7. Já, bless og sæl Kitty. Sæll og blessaður og ég ætla að byrja að þakka þér fyrir frábæran þátt. Já, takk hérlega fyrir það. Það er rosalega gaman að fylgjast með ykkur og það er svo gaman að fylgjast með þér blómstran þessum mundir. Já. Það er alveg bara, það sér alveg strax á þér að það er greinilegt að þú ert í miklu svona átaki, bæði andlega og líkamlega. Já, takk fyrir það, Kitty. Já, það er voða gaman að segja frá því að hjá dóttur minni núna, það snýst bara orðið allt Rikka. Nú. Það er bara Rikki þetta, Rikki hitt. Hún er meira að fara að horfa á fótbolta. Það snýst allt orðið Rikka. Rikki, hún sagði, ég er enda svolítið sammálaðin. Þú minnir mig stundum á ungan Alec Baldwin. Já, ok, takk hérlega. Ég bara hjá sér þetta. Já, það er mjög gaman að hlusta á hana. Hún er bara, það kemst ekkert að hjá henni nema Rikki. Það er bara Rikki, það er eina sem ég heyri allan daginn. Já, frábært að heyra. Það er bara, þetta er geggjað. Takk bara kærlega fyrir þetta. Og það er svoleið, hún svoleið stilli klukkur eftir sem að þú og Auðun Blöndal æfið saman í sporthúsinu. Já. Þá er hún mætt og er eitthvað að skottast hann í kringum ykkur þegar ábyggilega síðan og hún er að fylgjast með ykkur. Já, hún er að æfa í sporthúsinu líka? Já, og svo er bara að fara beint heim og byrja að fróa sér um leið og æfingarnar eru búin og hún æsist svo uppi að horfa á ykkur hérna. Svona geima þetta Kitty hérna en ég geim ekki eitt eða neitt, Ríkar Óskar. Frábært að ég var einmitt að grínast með það og núna er aðalhlutverk mitt hérna heimilinu að kaupa ný battería þegar þessi ungu konur í dag að nota alls konar tæki og tól. Herðu, já, akkurat. Það er núna snýst allt orðið Rikka hjá henni. Það er bara Rikki. Frábært að heyra, en hérna, Kitty, hvað er annars að frétta þér? Langt sem við heyrt í þér? Takk hérlega fyrir það, Rikki. Það er bara rosalega gott að frétta mér. Ég var einmitt að koma frá Detroit núna í vikunni. Já. Ég kynnti þetta ungu manni sem ég kýs að kalla Andra. Já. Hann heitir nú reyndar DeAndre Thompson. Já. Það er 26 ára gammal strákur sem býr þarna og hann er alveg æðislegur maður. Ég get sagt þér það, Ríkard. Já. Er það ekki, þú heitir Ríkard, eða ekki? Það passar. Dóttir minn kallar alltaf Rikka. Já. Það er bara Rikki. Já, búin á því. Já, ég ætla að segja það frá því að 1987, þá svaf ég 50 á föstum manni. Og síðan þá hef ég aldrei lit tilbaka. Og ég fór með vingunum mína núna til Detroit og einnig hefur verið voða mikið að keyra út fyrir fyrirtæki og svona. Hún sagði eitt sem ég fann svo frábært. Hún sagði loksins var ég full lestuð. Þegar hún fór hérna með einhverjum manni. Kitty, þetta er kannski aðeins svo mikið. Nei, það er svo gaman að henni og hún var alveg æðisleg. Og hún alveg naut sín alveg og svo fekk ég SMS í morgun. Erum við ekki örugglega að fara í aðra stelpuferð fyrir jól? Þetta er nefnilega svo, maður er að verða svo mikið var við að konur í Íslandi láti ekki lengur bjóða sér aumingja. Nei. Ég hef stundu satt að þessu tveir hluti sem þessu ógeðslegir í þessu lífi. Það er annars vegar rigningin og hins vegar íslenski karlmenn. Já, þú er þetta komið alveg inn á það, en hvað ertu komið með bandaríkjamann sem kærast það? Já, Andri Thompson. Það er alveg yndislegur strákur, en nei, ég ætla nú aðalega að ringið út á einu. Já. Það er að svo elsta mín verður 29 ára núna á þriðjudaginn og ég langar svo rosalega að fá þig til að árita mynd af þér og sendin einhverju flotta kveðju. Herðu, já. Núna snýst allt hjá henni Rikka. Það er bara Rikki þetta, Rikki hitt og allt svoleiðis. Og svo er hún rennandi blöð og frúandi sér. Herðu, Kitty, frábært. Það snýst allt Rikka. Bara Rikki. Ég byrð bara kærlega heilsinni og til hamingju með afmælið. Alltaf gaman að heyri þér, Kitty. Já, þú gerir þetta fyrir mig, ekki? Og takk aftur fyrir frábæran þátt og sendur kveðju á strákana, þeir eru allir flottir. Herðu, takk Kitty, bless. Já, bless. Já, þetta, já, herðu, við förum bara í lag, held ég.
Það held ég trúðalestinn á FM 957. Við erum í beinni útsendingu frá Bjórskóla Ölgerðarinnar, allt út á jóðdeginum eða J-Day. Við erum eftir að koma betur á því hérna á eftir. Það ekki gott fyrir gamaldags fyllibytt eins og Richard að sé meter í bjórdælu. Já, það ekki. Það ekki meira meter frá Richard í bjórdælu. Við vorum að fá hérna ábendingu. Skúli Móhansson og Robert Westman eru í Celebrity Beef. Nei, Bjöggi Thor og Robert Westman eru í Celebrity Beef. Það var hérna okkur að benda á það. Þannig að það Celebrity Beef í gangi þar. En hérna, við getum svo pælt í því senna. Ok, frábært. Egil, þú skráðum með næsta lið og það bara spurningamerki á blaðinu mínu. Hvað erum við að fara í? Það þýðir spurt og svara. Ok. Ákveðin spurningamerki. Akkur þarf þetta að vera með þetta? Ertu heimskur? Já, spurt og svarað. Já. Þess að setja í spurningu. Ég stýtti þetta bara niður í spurningamerkið. Ok, frábært. En við erum ekkert með trailerinn eða... Nei, bara áfram. Sko, ég er með 2 spurningar. Ein styttri, hinn í lengri kantunum. Sko, vanalega segir alltaf pú við mig að ég megi ekki með langa spurningar. En í dag engin pú, þannig að ég má gera sér vill. Ég ætla að byrja á einni stuttri. Ok. Og ekki bara hendur okkur í það. Hendum okkur í það. Og það virkar þannig, Hjöppi, þú kannt að mennu koma með vandamál, leita til okkar og vilja svör. Já, fá svör við spurningum. Það verið að senda á þig. Ég fæ e-mail. Sæll Vöðvingi. Huge fan. Já, ánægð með hennar. Já, ok. Ég með spurning á kleinurhringjarusli. Kleinurhringjarusli? Já, sko. Hann segir þetta. Hann? Kleinurhringjarusli. Þessi meistari sem sendir mér þetta mail, hann startar þessu svona. Ok, frábært. Og ekki að gefa mér skít út af því, sko. Ég að lesa bréf. Ok. Lestu það bara. Hann segir, það ekkert langt síðan þú varst að ráfandi bæinn, mígandi og skítandi í þig, með alla vassa tóma áttir enga vini. Eins og piece of shit. Hann sagði piece of shit. Svo reiður þessi. Ok. Það ekki meira svona 1,5 ár max, sem varst með buxurnar á hælunum. En núna þú, Squeak Scolari, kom með þykkan bankareikning og helling af frægum vinum. Farð að hanga með vöðvastöltum successful mönnum eins og þessum 2 sem sitja á móti þér núna. Hverju þarf ég breyta hjá mér í lífinu til að losna með gömlu æskuvinina og fá nýja celebrity friends og í leiðinni þykja bankareikningin? Ég vil alvöru svör, Squeak, og ekkert kjaftaði. Kveðja, Pétur. Geggjuð spurning. Wow. Geggjuð spurning. Ok, let's break it down. Bestu vinnin í dag Arnar Gretarsson, billionaire, footballer. Andri Sigþórsson, billionaire, footballer. Auðun Blöndal og þú, þeir eru mjög nánir. Þetta allt heitust celeb á Íslandi. Hvernig losnar við Breiðholtsdrasli? Herðu, get ég bara farið hérna og farið á dæluna hérna bara á bakum með? Hvað í gangi þetta? Hvernig losnar við gömluvinn á... Herðu, og kallar það með Squeak Scolari? Já, ég kallaði það ekki, Pétur. Við sendum spurningunni kallaði Squeak Scolari. Herðu, Pétur, farið bara að taka til í þínu lífi. Sko, Riki, ok, það svolítið alveg rétt. Þú varst að vinna á dínulagarnum með rúmfattalagarnum og áttur í geit. Já, það var 2002. Já, og í dag ertu með þykkan bankareikning og... Hver veit að ég ekkert með þykkan bankareikning? Ég keyrum á Pusjó, ég bý í blokk. Þú veist, er það eiga þykkan bankareikning? Það satt að gefa þér að grýta seðlum í síma. Þetta var bara grín. Ég á ekki krónu með gati. Þetta svarið til Pétur sem að reyna að rífa sig í gang í lífinu. Rífa sig í gang? Hann byrjaði að kalla mig kleinurhringjarusl. Hann kallaði mig síðan Squeak Scolari. Það sem mestari. Pétur. Ok, það er alltaf góð regla að reyna að svara mönnum, en jájá, við fer í spurningu 2. Já, áfram gakk. Sæll Vöðvingi, vil byrja að segja að þú ert líklega eitthvað mesti anskotas vöðvingi sem við Íslendingar eigum. Já, reynda að sammála því. Því líkur vöðvingi, segir hann. Já, akkurat. Vanalega byrjaði ég á að kynna mig, en öryggis míns vegna treysti ég mér ekki í það. Nei. Ég ætla því að nota dullefni í þessari spurningu, köllum mig bara George. Já, ok. Ég bý í litlu smábæ hérna á Íslandi, treysti mér ekki að segja hvaða bæ samt. Það er aukaatriði. Ég er að tad overweight plötusnúður. Ennur spurning um mig. Já, ok, frábært. Ég sá þetta ekki koma. Þetta er mjög sjokkarandi. Það er ekki hugmynd að spurning sem þig, sko. Nei. Hjörður nefnilega fít plötusnúður og overweight. Já, reyndar. Þannig segir að tad overweight. Já. Sem því ég er lítið. Ég er eini plötusnúðurinn í bænum mínum. Það er engin samkeppni og ég hef verið kóngurinn hérna undanfarin ár. Feels good to be a king, eins og þeir segja. Ég er búin að fylgjast með Ríkard í dóldin tíma núna til að fá punkta hvað það allra heitast það er tónlistinni og
Það sem hann stjórnar bestu útastöðu í heimi. Smá hrós þarna. Ég því alltaf up to date með hvaða nýjasta og heitasta þó ég sé í smábæ. Ég teki eftir því að Kleinurhringurinn mikið að spila Ghostbusters-lagið average 4-5 sinnum á hverju kvöldi á Hverfisbörnum. Ég hugsaði með mér, ok, Ghostbusters svona vinsælt í dag. Geggjað. Nema hvað? Það diskotek hérna í félagsheimilinu síðustu helgi. Ég keyri Ghostbusters í gang. Ég hef alltaf búin inn á play þegar ég sé svart. Ranka við mér daginn eftir upp á spítala. Þá lenti ég í hostile crowd og reiður maður kastaði flösku í hausinn á mér. Mín spurning einföld, kæri Richard Grieco, hvernig ferð þú að því að spila Ghostbusters ekki einu sinni á kvöldi, heldur 5 sinnum og fólk trompast og hillir þig en ég grýttur með fyrirfram þrökk George, það mjög einfalt. Ég á vininn hans Svega sem heitir Hjörvar Hafliðarsson sem ákvað bara á einum degi að þetta þímlagið mitt og þetta troll á Hverfisbarnum. Þetta ekki troll. Þetta víst troll. Nei. En það segja mér að þessi George, hann getur ekki spilað þetta lag í friði, kannski fáskúsfriði, en þú maður spila 5 sinnum á kvöldi í 100 Já, að því að þetta troll, Egill. Við skulum bara, voru þetta bara 2 spurningar, fyrir bara í lag. En þú ert ekki búin að svara spurningunum. Hvernig náður ég alltaf þessa Celebrity Friends? Þú svarar ekki einni spurningur ekki. Ég er bara ferskur, fyrir mig lag. Pétur og George, frábært, fyrir mig lag, frábært. Það skiptir mála að bregðast rétt við þegar óhöpp verða. Á vefnum okkar einfalt og örugt að tilkynna hvers kyns tjón. Gerum tryggingar betri. Sjóvá. Frábær og örugg húsfélagaþjónusta, snögg að bregðast við og bara gengi beint í málin og þau kláruð. Ég mæli hiklaust með eignarekstur.is fyrir öll húsfélög. Sýrusson skrifstofuvörur, mikið úrval gæða skrifstofuhúsgagna á frábæru verði. Sýrusson síðumúla, sýrusson.is, alltaf með lausnina. Fresco og Toppur kynna gamanmyndina Bad Moms Christmas. I've always loved Christmas, but as a mom, it's a lot of work. Mila Kunis, Catherine Hahn og Christine Bell eru mættar aftur í bráðskemmtilegri gamanmynd frá handritshöfundum The Hangover. I want to throw a Christmas party. Where, in my house? Yes, and 184 people are coming. Bad Moms Christmas, sýnd í Laugarásbíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Vantar þið bókhaldskerfi í áskrift? Microsoft Dynamics NAV eitt mest selda bókhaldskerfi landsins. Kynntu þér málið á navafskrift.is. Væs. Hestavörur í miklu úrvali. Verslanir Líflands. Stöð 2 Bíó stútfull af vönduðum hágjaðamyndum og óhætt að segja að dagskráin fjölbreytt og spennandi fyrir alla sem hafa brennandi áhuga á kvikmyndum. Stöð 2 Bíó, alltaf eitthvað fyrir alla. Snjórinn fellur í kvöld, klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Þjóð veit, 3 vita, þá vitið þau öll. Jói út í Ármúla. Varmadælur, hagkvæmur kostur til upphitunar. Fyrir norðlægar slóðir, verð frá aðeins 155.000. Kælitækni. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof Fasteignasala. Í fyrsta og eina skiptið, Trúðalestin á FM 957. Það held ég, Trúðalestin, hún heldur áfram á sporinu. Við erum hér í beinni útsendingu frá Ölgerðinni og Hjörvar, þú ert búin að biðja orðið. Þú varst einhvern veginn að benda á mig. Við vorum að tala það daginn að það engin bara maður í Íslandi hækkaði jafn mikið í vinsældum á stuttum tíma og Rikki. Hann bara mjög hratt upp og lífið leikum Richard. Frábært. Hann búin að tífalda veltun á Hverfis. Gengur vel í sjónvarpi, gengur vel í útvarpi, komin í hörkuform, allt í hennu farin að fá fullt athygli. Og það sem ég gerði, ég og Egill fórum saman með mynda þér í kringluna og báðum fólk bara, við spurðum bara fólk, hvað finnst ykkur um hennar gæja? Ok. Því að þú veist, okkur lík forvétna á að vita hvað fólki finnst Rikka. Almenn Íslanding. Þetta þekkti fólk með þarna? Já, það sem kom með líka þægilega orð. Það þekkjaði allir. Ok, já. Það var ungkrátt þarna, þetta var í á Stjörnutorginu. Það þekktu Rikkan allir og ég meina, skoðanir fólks eru misjafnar. Ég held að þú ættir ekki að lesa eitthvað ofmikið í þetta af því að ég sagði þeim allir að þú fengir að heyra þetta. Misjafnar á, nú lýst mér ekki. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er bara, þú veist, everybody gets haters. Even I got haters. Kerði þetta bara gegn Richard og heyrim, hlustum á þetta. Þetta er athyglisverður maður. Þetta
Það svo... Hvað kemur upp í huga? Mér finnst hann ekki sanngjarn gagnvart, eins og svörtu fólki og konum og... Hann svolítið rugglaður. Svolítið rugglaður? Já, hann gæti verið svolítið veikur á geði. Hann er svolítið tæpur. Ha? Sko, ekki vera að lesa yfir... Akkur horfum við svona okkur félag. Hvenær hef ég verið ósangjarn gagnvart konum eða hvað? Svörtu fólki? Það er eitthvað svona að biðja fólkum að segja þetta. Það er eitthvað svona að spyrja sjálfa það, Richard. Ha? Þú horfa kannski bara í eigin bara manni. Ég held bara, ekki vera að taka þetta inn á þau. Þú veist það ef að fólk yfirleitt talar frekar illa náungan frekar en vel náungan. Já, ég veit hann, hvenær hef ég verið yfirlýstur það sem ég á móti konum og... Nei. Kannski lenduðu bara á heyrir sanna. Hvað er meira það? Ég talaði við tölvöld. Já, rúlaði þess áfram. Ég veit náttúrulega ekki, þekkan ekki neitt, skilur. Hann getur setjað einhver gríma á sig, skilur. En eins og hann kemur fram, ef hann svona sem persóna, þá náttúrulega einhvað illt inn í honum, skilur. Ha? Já, Spila þetta bara, þú veist. Mér finnst þú að taka þetta fullt nærðu þér. Þetta er náttúrulega bara... Meira, sko, maður ekki. Ef þú ætlar að vera áfram in the spotlight, eins og nú út á toppnum í lífinu, þá var ekki að tekið smá gagginni, sko. Hann er bara algjör rasisti. Hann hatar svarta menn. Hann segir það ekki, en hann gerir það augljóslega. Þetta er mjög spes. Hann virðir ekki konur og bara, ég er ekki sáttur með hann mann. Hvað er að frétta? Ég er að segja... Herðu, voru í alveg að fara í krílun og beða fólk bara að segja þetta? Nei. Ok, ég fór að hugsa þetta og ég fór að ræða þetta við vinnu mína varandi í svarta og þess að maður gera þú talar oft illa svarta leikmenn þú voru að lýsa leikjum og svarta tónlistamenn. Ég hef aldrei gert það. Það var það sem við heyrðum. Kannski eru verið mökkaður eða eitthvað, þú veist? Nei, aldrei. Kannski sagt einhvern sem verið mökkaður og hverju spartum og sagt eitthvað djöfurinn. Geti það verið? Nei, aldrei. Kannski verið mökkriki? Nei. Mú verið mökkriki. Aldrei. Svona leigið utan í vegnum og fara að tauta eitthvað. Geti það, og einhverju við náði og snabbt hjá það. En er ykkur fleiri? Tjekkum á það. Það er svolítið appelsínugulur. Já. Og... Það er jákvæmt, Richard. Skrítinn. Já. Hvað finnst þér um það mann? Þú veist, það er svolítið klikkar. Klikkar, þú ert klikkar. Það er jákvæmt. Segir rangar hluti eða eitthvað. Mjög gott, takk hérlega. Mjög gott, hann er appelsínugulur, segir rangar hluti. En appelsínugulur er annað orðið við tana. Hei, hún var að meina því að þú verð oftari ljós sem flestir. Já, ég er samt ekkert appelsínugulur. Ok. Fólk er bara að kalla Ásgeir Kolbeins appelsínugulan í 10 ára og hann er að billionaire. Já, frábært. Og hvað, segir rangar hluti og... Já, segir ofta eitthvað mjög rugglað. Þú er bara ekki orðheppinn. Já, ok. Þú geta sagt orða bara þannig, hann er ekki orðheppinn. Ok. Þetta er ekki... En samt, mér finnst það heiltið frekar positíft. Já, ef maður skoðar heildarmyndina. Heiltið frekar positíft. Eru þið að fokka í mér, ég er búin að fatta þetta. Fatta hvað? Appelsínugulur á móti svörtu og konum. Hvað voruð með mynda Donald Trump eða eitthvað? Mynda þér. Spila, nei. Mynda þér. Spila þetta fram. Já, ég ætla að segja það. Aftur appelsínugulur. Fyrst ykkur ekkert í kaffi. Mjög áhugaverður. Áhugaverður. Positíft. Þetta er það bara jákvæð sem ég heilt í dag. Mjög áhugaverður. Já, mjög áhugaverður. Sko, þú er að læra að taka hrósi, Richard. Ég segi, Rikki, þú getur ekki farið í vörð líka og fara hrós. Þú ert áhugaverður. Sko, málar, það sem ég hef alltaf sagt, læra að taka gagnrýni og læra að taka hrósi. H-vitamínið er mikilvægt það vitamínið sem getur fengið. H-vitamínið. Kaupir það ekki út í búð, sko? Þú veist, mér finnst þú frábær, Richard. Nú er ég að hrósa þér. Takk þessu svo maður. Herðu, bara, förum bara lag. Þú ert áhugaverður. Þetta er bara búið. Já, þetta var gaman. Það er svoleiðis. Nei. Það held ég trúðalestinn á FM 957 þennan frábæra föstudag og búið að vera virkilega gaman hjá okkur í dag. Við erum komið með góða gesti, strákar, og þetta eru nú gestir sem að flestir ætti nú að kannast við sem hlusta á FM 957 reglulega. Þeir sitja reynda núna hinum með við borðið. Þetta eru þeir Öddi og Steindi. Það er reynda mjög skrítið að vera gestur í þessu slotti frá 4-6 á föstudegi. Býtu, er ég að heyra Ghostbusters live? Ég bara trúi ekki mínum eigin eyrum því ég heyrði þetta. Ertu ekki lengur Ert þú nýja, ert ekki following the biggest Snapchat star in the whole world? Öndi var ég myndið að segja mig það. Þú er komin, nú ertu orðin herra Ghostbusters. Já, það er öllu skárra en DJ Donut. Þakka þér fyrir. Já, ég myndi að taka Ghostbusters-gaurinn fram með DJ Donut. Já, ég er alveg sammálað. Þú ert alltaf einhvern með hennar hann er samt kleinur þig ennþá. Það er ekkert farið. Hann er bara komið með theme song. Ertu það orðin ringur og herra Ghostbusters? Ertu orðin DJ Ghostbusters núna? Nei,
Nei, hann alltaf DJ Donut En þetta, hann á bara theme song Þetta, Hjöppi bjóð þetta til Og Kjós Olsson verið það Herru, strákar, Mér stætti eiga þín song Herru, strákar Það er einn DJ í heiminum sem getur sett Ghostbusters á Vinsalur skemmtist það í 100 Reykjavík og fólk trillist og það er Donut Boy Engin annar með til bakka Herru, strákar, áður höldum lengra Við verðum að spyrja ykkur Hvernig ganga tökur á Staplerstöðinni? Það er nú eitthvað að fara að síga á seinni hlutan harðið ekki? Jó, það ganga mjög vel og svona, þetta er 6 vikna ferli en mér líður smá eins og við sem búin að við tökum í svona 4 mánuði Þetta er svona Þetta er eins og verið í smugunni Þetta er eins og smugunni Þetta er ekki það ólíkti kannski Þeir sjómaður í Hjörvar Já, ég meina, Hjöppi hefur silt höfinn og hann þekkir þetta Þú ferði útlegð, þú segir bless við félaga, fjölskyldu, allt og svo kemur aftur Það er alltaf gaman þegar það er sagt action Fyrir út að leika, það er mjög gaman að leika Allt hitt í kringa viðbjöður Það er í kuldunum, bíða og hanga á allt þetta Sminkið er gutt shit, það er gott að vera gott smink Það er frábært Hey, guys, en förum ég að skipta máli Trúðarlestin hefur talað Guys Kósi verið þetta upp í Ölger Ég viðurkenni Það er jólabjór bara Fáðu okkur jólabjór Flöð, þú segir oft If it makes money, it makes sense Já, það er If it makes style, it makes sense Segir það ofta ekki? Já, hefur ekki eftir gert að hefur að segja þetta Sko, þú ert að fara að gefa út Sko, þú ert að fara að gefa út tilkynningu núna Já, þetta var við lofum risatilkynningu og við stöndum við hana En þetta er Við erum ekkert að finna upp hjólið svo sem, en við ætlum að gefa út annað spil þessi jól og það heitir Alvöru skellur. Boom. Þetta er náttúrulega tilkynning að það verði ekkert mikið stærri. Ekki fyrir okkur sko. Því að við gerum spili fyrir það sem heitir skellur og núna erum við að gefa út spil sem heitir Alvöru skellur og það er eins og við vorum að tala á að ræða til þess að taka upp Staplerstöðina. Það er ógeðslega gaman að skrifa og búa til eitthvað sem Staplerstöðina og það er eins með spil. Við höfum mjög gaman að lærðum af síðasta spili eins og núna það er allt nýtt í spilinu. Þetta er ekki bara nýja spurningar í gamla spilið sko. Nú er ég til dæmis svona frekar undir meðalgreind og það tók mig alveg 3 mánuð að læra á hitt skell spilið. Er þetta svipað? Þú getur að fara inn á Facebook og sé bara hvað þetta gera, það er ekki flókið sko. Ekki talaði svona niður ekki, þú ert alveg með góð sko, þú dörglaði 70 í greindaristölu. Þú ert bara létt, svo ég myndi segja að það bara 5-6 punktur fyrir neða meðalgreind, ekki meira. Gilsari, það voru margir sem áttu undir ef við sárt að binda eftir síðasta spil. Verður eitthvað áframhald af því? Þetta tala að laumast eitthvað 2 orði í gegn. Ég get hérna staðfest það að það var lesið yfir þetta spil. Við höfum aldrei lesið af mikið yfir neitt. Það laumast núna bara svo ef að fólk tengir ekki að þá kom orðið sem að þurft að leika og þá fullnæðing og þá voru reynda búin að hugsa þannig að þau getur fengið fullnæðing og hnerra og svona. Það er ekki eitt svoleiðis orð núna. En það sem er svolítið svona, sko, ég var mjög ánægð með síðasta spil og bara montin með það. En mér finnst þetta spil töluvert betra samt af því að það sem við gerum í síðasta spili það snerist mjög mikið út á samskiptamiðla. Þú veist, ef við varum að spila þá geti kannski Hjöppi þurft að setja einhvern skýta status á sér og hitt og þetta, hann má ekki treyfa við honum og það fer allt í háa loft og við vorum svolítið svona að láta fólk vera að stríða hvort öðru. Meðan þetta er, við förum eiginlega meira kannski í svona í ræturna með þetta er, við viljum einmitt að símandi bara fari frá spilinu og þetta er eiginlega meira það er engin statusstörðu þessu jól alltaf. Það er engin samfélagsmiðlar. Þetta er bara hreinræktað haha. Þetta er ekki, það er engin kvikindskapur í þessu. Þetta er bara haha, gamla góða. Gilsari, þú sagðir fyrra spilið I'm so proud of it, I put my name on it. Rétt. Ertu til að setja nafnið þitt líka á þetta spil? Já, andlitið á mér þarna, sko. Ok, og sko, I put my face on it. By the way, ég er að skoða myndina þarna af þessu. Og blöð með viðkunnulega brosið sitt, geggja bros. Ég skoði svona 70 Instagram myndir á, það er alltaf viðkunnulegi blöð. Þetta er eitthvað svona bros. Það er svo rögglega maður, shit, á ég að vera fúll. Nei, ég er að hrósa. Why fix it fyrir einn bro? Ég veit að, viðkunnulegi blöð er besti svipur í verður ekki að segja Hjöppa núna hvað Steindi sagði 20 sinnum þegar við vorum að smetla þessari mynd sem átti að taka enga stund by the way. Steindi var alltaf að skoða myndina og segja já, þetta verður að vera svona good feel. Má ég segja, er þetta ekki good feel mynd? Er þetta good feel mynd? En herðu, sko, með þessa mynd ég skil ekki af hverju þú ert að beina einhverju spjótum að mér bera ofan. Bera ofan að myndinni. Ég var beðin að vera bera ofan. Nei, ok, maður spyrir hver baðu það? Það var bara fólk að beða að vera bera ofan. Fólk, við vorum 4 þarna. Við 3 á ljósmyndari. Bara ég, Hauti eða ljósmyndari sem baði að vera bera ofan. Fólk er bara að beða þetta, bara í alla vikuna. Sama fólk og sendir í spurt og svara. Ok, ég er búin að vinna sem mótel núna í 22 ár.
Vinna sem módel. Módel eru ber og ofar. Fyrir hvað það módelast? Þú varst photoshoppar á okkur símaskrá og búið. Þú ert ekki búin að vinna sem módel. Þú skrá endaði í ruslinu. Ég vinn sem módel. Ég í úlpu hana frá 66 og það hefði verið mjög weird að ég hefði verið í ból. Það hefði verið weird. Ok, það er mitt. Það er persónulega skoðun. En við erum að tala um tilkynninguna að þá ef að fólk fer inn á Facebooki okkar núna eins og sér á snappin okkar og þá getur það unnið, það er ekki smá vinningar sem við ætlum að bjóða í þessum leik. Facebooki algjör skellur eða? Já, það er bara skellur. Og þessi mynd sem við vorum að rífast hún er sérst inn á síðunni facebook.com/skell. Já, og þar getur við með að taka þátt í þessu leik bara með að læka og þá er hérna forstalina hafin að þá getur unnið úlpu frá 66, splungun í Samsung Galaxy 8, keila fyrir 6 manns, út á borð og Red Chili fyrir 6 manns, bíó fyrir 6 manns, þetta er alveg leikur. Þetta er pakkið á 400k. Já, sko, er það að gefa spil af því að þið hafa gaman að spilum eða er þetta bara gamla góða if it makes dollars, it makes sense? Er þetta bara gamla góða if it makes dollars, it makes sense? Ég get alltaf að lofa því að það er enginn að fara að vera ríkur að spili. Ég get alveg, ef einhver að spáði að fara að gefa spil, hann getur alveg gleymt því. En Öddi er spilasögur og þá er ég ekki bara að tala um spilavítin, þá er ég aðalega að tala um kannski þessi spil. Hann er með spilakvöld, hann hitti mömmu sinni og sýstir sem alltaf að spila reglulega og hann hefur verið að draga okkur með í þetta. Ég var aldrei spilakall, aldrei. Auðvitað það er samt, ég ætla ekki að fara að sitja hérna og segja makes dollars, makes sense, ég er bara út í bláin. Auðvitað erum við að reyna að selja spilin og ef við seljum spilina þá græðum við eitthvað á því. En þetta er samt, mér finnst bara ógeðslega gaman að gera spil. Og mér finnst það svo gaman síðast að ég, eins og Steindi segir, ég dróða aftur með þetta. Og ég lofa að þetta spil er betra heldur en skellur eins og ég var fjölbreyttari reytir, þeir eru skemmtilegri, þú hafði mjög mikið af nýju fylgihlutum í spilu, ég veit ekki hversu mikið að segja frá því akkurat núna, þetta er hraðara, það eru margir sem nenni ekki að fara að spila því að teka kannski 2-3 klukkutíma. Við kynnum þetta að vera fólki líka bara. Já, þetta verður á Facebookinu okkar. Þannig að þú veist, það er frekar og getur spilað bara aftur, tekið 2 sessjónu í það. Þannig að þetta hendar öllum einhvern veginn, en auðvitað er þetta tóm vitleysa, þetta eru við 3 að skrifa þetta, þannig að þetta er vitleysa að sjálfsögðu. Geturðu svona gefið mér eitthvað tóndæmi úr spilinu? Alvöru, ok, ég myndi segja svona stærsta breytingin það er náttúrulega allt nýja reytir. Það er hérna, við erum búin að breyta reyti á öllu spjaldinu, en svona nýjasta, skemmtilega nýjungin er tímaskellur. Og eins og ef að fólk kíkir á myndina og sér það er svona klukka á kassanum, það er að því að tímaskellur, þá er bjalla sem þú dregur, segjum til þess að við varum hérna með að spila, ég dreg tímaskell og það stendur, þegar tímaskellur gellur þá þurfa allir að setja þumalbötun upp og segja gú gú gaga, síðustu til að gera við 2 reyti aftur á bak, svo er bara ítt á takka sem er svona bjalla sem fylgir spilinu, þá kemur hérna, dig tímaskellur er farin í gang, þú veist aldrei hvenar hún gellur, svo allt kemur bara í miðjuspili, þá þurfa allir að fara bara með puttan upp í sem bara gú gú gaga, og þannig að það er alltaf eitthvað í gangi þó þú sérst ekki að þetta er skemmtilegt. Tengist þannig sem spilinu og lítinum, þetta er bara alltaf í gangi, þetta er bara til að henda mönnum aðeins 2 reyti aftur og svona. Herru, frábært til hamingju með þetta strákar, hvenær fer þetta í sölu? Bara Fórsalar hafinn á netinu. Sko, þegar nættir við tilkynna það, þegar nættir ég á síðunni og ég ætla að minna og vil taka þátt í þessu leik og vinna þessa vinninga facebook.com/skellur. Yes, og svo mætum við aftur í loftið af því að það eru nokkur búin að spyrja mig hvort við séum hættir. Ég held að fólk hafi haldið að trúðalestin væri bara byrjuð á föstudögum. Nei, það verður þetta sérstaklega tekið fram, þetta verður þetta eina skiptið. Við verðum mættir 17. nóvember eftir 2 vikur. Takk fyrir komuna strákar. Yes, quesadillas, burrito og taco og bragðlaukarnir verða alveg loco. Serrano, fresh, happy, Max. Átt þú rétt á slysabótum en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Nýtt Kvistnóstilboð, stór bátur að eigin vali og hálfu lítra Pepsi á aðeins 990 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Það er cool að vera kantaður. Kíktu í Vöfflu. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Stöð 2 Bíó er stútfull af vönduðum hágjafarmyndum og er óhætt að segja að dagskrán er fjölbreytt og spennandi fyrir alla sem hafa brennandi áhuga á kvikmyndum. Stöð 2 Bíó, alltaf eitthvað fyrir alla. Snjórinn fellur í kvöld, klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Við tengjum þig vel. Símafélagið.is. Ertu pirraður eða bara í augunum? Tears Again augnúði. Í næsta apóteki. Í dag höldum við upp á alþjóðlega samlokudaginn.
2 fyrir 1 af öllum bátum á Matseli. Sjáumst á Subway. Tíminn flýgur. 24iceland.is Trúðalestin Á FM 957 Trúðalestin á FM 957 í þráðbeinni útsendingu frá Bjórskóla Ölgerðarinnar. Þetta er að sjálfsögðu jóðdagurinn þar sem að Túborg Júlabrí kemur á flestar knæpur bæjarins. 20:59, við fáum að heyra betur á því á eftir, en Egill, Hjörvar skellt sér í smá pásu. Þá er ég að hugsa að nota tækifærið, brjátbreki, ef að hringi hann, ef að reyna það. Já, líkurnar á svari engar. Ok, hvað bara, sýndi mig síman, þú er komið númerið, má ég sjá? Ok, BB King. Herðu, má sjá, hérna. Þetta er með 2 sekundur BB King, Björn Bragi og hann, en... Hringjum í brjánbreka. Blessaður og sæll, Auðun Blöndal, þú mikli meistari. Blessaður Brjánsi, þetta er endur ekki Öddi, þetta er, já, frábært, þetta er ekki G hérna, það er Öddir í fríi núna. Hvað er í gangi, hvað er Barney Simpson hann að hjá þér? Já, hvað sagður það heitir? Rikki heiti ég, Rikki G á FM. Hver er þú? Hver er ég? Ég bara er dagskrárstjóri á FM og ég hef stundum verið með strákunum í blöð. Vá, til hamingju með lífið. Já, frábært. Má ég óska þér til hamingju með lífið? Já, frábært. Rikki G, ertu kallaði Rikki G því ég finnst svo gaman að setja gúrk upp í raskatið? Æ, jésús. Bittu. Heyri ég einn af 3 mestu besturum þjóðurinn hann að við ánum. Gísari? Já, blessaður gana minn, blessaður. Gísari? Já. Er það Gísarinn? Já. Settiti. Þú fattar upp á því. Herðu, veistu hver er á mótið þér? Nei. Veistu hver er á mótið þér? Nei. Kleinurhingurinn. Þú fattar upp á þessu. Já, Þú fattar upp á þessu. Alltaf ekki. Þú segir það. Býta, ég er með eina gelli hérna með. Slaka þú aðeins á, það er allir seinni hálfleikur eftir. Jésús. Hún að vera henni í 3 tíma, hún hélt þetta verið búið. Ég var bara að segja að það er allir seinni. Gessari. Það er allir seinni hálfleikur eftir. Brját, hvað er að frétta þér? Það er endar mjög nettir hlutir að gerast hjá mér. Já? Ég fór í svona pásu. Já. Og núna er ég sem sagt með nýtt stand-up. Nú, ok. Sem að mun einfallega heita brjátbreki í tómu tjóni. Ok. Gessari. Já. Brjátbreki í tómu tjóni. Já, þetta er geggjað. Frábært. Hvað getur kett með það? Það er eitt svolítið skrítið. Að ég hef alltaf verið káamaður. Káamaður, já. Já, að því ég káa svo mikið á gælum. Hvað minn góður. Er þetta ekki svolítið mikið að sömu brandorunum eða bröndna? Nei, það er nýtt efni líka. Það var hérna, sem að Broddi var að segja með eitt fyrir mig. Vitið af hverju er svona vond lykt af pírötum? Nei. Svo Inga Sæland geti hatað á líka. Jésús. Er það ekki blindagjalan á alþingi? Það heldur sem hún reyndar ekki blind, en já, það er gott að frétta þér. Hann samsýtt þennan, það er alltaf leiðið að þessum. Já, við, gaman maður. Hvað, Rikki, er það rétt á sér kallaður Rikki G því að mér svo gott þetta gúrk upp í raskatu þeirra? Akkur er þetta hlægið þessu, Egill? Það finnst það sér eitt. Ég hitti hann að nökkva í áttunni. Já. Ég pekkaði svona í hann og spurði, ert þú giljagur eða stekkjastur? Hvað er málið með hann þroskahefta peruskis heila að lúka eins og Jónas? Herru, nökkva er enda topp maður, sko. Herru Brját, þú ert náttúrulega með þetta nýja uppistandi. Ég fréttu að vera upp í Mosó daginn með þetta og ég heyrði eitthvað í Steinda og hann nú ekki eitthvað vola hrifina þessu. Steindi Junior. Steinþór Fróar. Gessari, Steinþór Fróar. Ég fór á lélegasta bíó sem ég fara á ævinni. Það var eitthvað ný mynd með honum. Undir trénu. Ég kalla þess að mynd Steinþór Fróar sér undir trénu. Það er léleg mynd. Það er lélegast mynd sem ég sé. Líka drastli. Þetta var mjög góð mynd. Gessari.
skellan sem ég er með hérna, hún var einu svona markmaður í Haukum Ok í fótbolta og þessi er besta kosti með hana. Nei. Það er hvað hann fljótt niður. Jesús minn almáttugur. Já, ok, já, frábært. Gessari. Já. Hún er mjög fljótt niður. Hvað segir þú, er þetta nýja kærastæðin? Nýja kærastæðin? Nei. Það setni hálfleikur fyrir að hefjast þegar ég er búin að skella á þetta gúrku andlitið. Já, frábært. Mjög góðs. Nei, Gessari. Já. Svo er Black Friday á mér á eftir. Það er enda ekki Black Friday fyrir í lók nóvember eftir... Það er Black Friday, það er bara leiðin í leigubílu núna. Æ, Jesús minn almáttugur. Þú varst ekki með einhverju dömur rétt á þannig? Jú, en það er fössar eða ekki. Gessari, það er fössari. Já, fössar er frábært. Það er Rikki Gúrf. Nei, Rikki Gjá, þú setur alltaf gúrku bröskadöður. Já, þú ert búin að segja þristasum, Brján. Og þú ert ennþá á hlæginn. Herru, við byrjum bara að kella að helsa hérna konu. Herru, já. Jésús minn almáttugur. Hvernig getur þú hlegið að þessu? Hefur ekki viðurkennt að gúrkubandur að fyndin á Brjánum? Já, í þristasum. Þetta var... Ég myndi að hlægja hann 3-4 sinni viðbútt. Já, frábært. Það held ég, kæru hlustendur, það er trúðalestin sem er í beinni útsendingu frá Bjórskóla Ölgerðarinnar. Jóldagurinn J-Day 2059 á knæpur bæjarins Túborg Júlebrí. Við erum hérna í beinni útsendingu og... Þetta er ekkert eðlilega góða jólabjór. Já, ég er enda viðurkenni það. Það er solid. Strákar, við erum bara að vera hreinskilnir og við ljúum aldrei á hlustendur. Við erum að detta í góða heiminn. Já, það er svona góða heimur býður allavega. Já, ég kom á bíl, en ég þarf að ringja 58852 því labba hérna út, ég veit ekki það. Ég er liður. Nákvæmlega. Herruðu, hér er liður, ég er með á blaði hérna. Það stendur bara Gilsari. Hvað er það? Já, það er vantarlega Battle of the Billionaires. Ha? Battle of the Billionaires. Og það er milli eitthvað tveggja. Ok, ég fíla það. Hver er, ok, þegar þú ert náttúrulega búin að vera milljarðarmenningur í 1 ár. Já, það er yfir alveg séð þetta Hjöppi 37. Þannig þetta er svona, þetta er kannski, ég veit ekki. Hjöppi 37, Olstan ekki upp í einhverju blokkaríbúð í Kópavogi, eða? Reyndar. Já. Við miður. Akkurat. Það er milljarðarmenningur fyrir það fættist. Þetta er náttúrulega búin að verða í ár. Það er spurningin, sko, hver tekur þetta? Nýji svona successful gullprins okkar Íslandinga Overweight Richard eða Hjöppi Old money eða young money. Já, þannig að þetta eru nokkar spurningar og það tengist allt cash money. Fíla. Og if it makes money it makes sense. Algjörlega, ég sammála því. Og ég ætla bara að henda mig, þetta 10 spurningar. Vandalega hef ég 7 en ég 3 aukalega út af því ég má gera þessi í villi dag því þetta er trúðalestin. Rétt. Er innan við 1 ár sem hún keypti þér bíl? Já. Boom. Knuckleballs. Nei. Pittu, er ég Rikki fór punkt strax? Ég er ekki keypti náttúrulega Peugeot 3008 staðgreitan og svo bara sagði hann bara góða stundu. Hann keypti sér bíl og það er innan við ár síðan. Hvað er þú búin að gera? Apríl 2017. Ég er svo mikið jeppakall. Veist hvernig ég er? Og ég er á hérna... Þú minnst í jeppakall sem hefði kynnt, sko. Og ég er á sem sagt Land Rover Discovery. Ég er endar á svona merkilegri bíl, myndi ég segja. Ég hef samt aldrei vita eins mann sem er að fara að starta bílum sinu. Ég fara nokkur sem í mat með Hjörvari og svona eins og sé ekki, veit ekki alveg hvað hann er að gera. Ha? Hvað minnur þú? Þú ert að starta honum. Við erum að fara hérna. Kann basically ekki að starta honum. Kann basically ekki að keira. Hvað er það að tala um? Þú voru að læra að taka gaggrinni. Hvað er Breiðholtið að segja? Bara uppbyggileg gaggrinni. Bara uppbyggileg Þetta er gaggrinni. heimskóla sem ég heyrt. Því miður. Að starta honum, ég bara snýr lyklurum og Það er svoleiðis. áfram gakk. Áfram gakk, næsta spurning. Hefur þið farið til Ibiza á bát? Já, ég hef gert það. Boom. Ibiza á bát. Hjöppi coming back in it. Það fallegast eiga sem ég komið til. Þetta er 1-1. It's a billionaire's playground. Það er 1-1. It's a billionaire's Rikki, þetta var playground. hart nei á þér. Já, ég hef ekki komið til Ibiza en það ætla ég að gera. Einhvern tímann. Já, ég meina eðlilega með nýja lífstíliðin. It's a billionaire's playground. Ok, við náðum því. 1-1. Já. Nennar að sleppa að segja aftur It's a billionaire's playground. Guðaða bænum, þetta er ógjörslegt. Hefur þú selt Cincino, Herbalife, einhvern Sava eða eitthvað annað multi-level marketing company? Nei. Nei, ég... Aldrei? Nei, sko... Ekki eins og keypt vöru frá... Sko, nei, jú, ég keypt... Ég hef keypt vöru. Frá hverjum? Ég keypt Cincino. Þetta er verið að gefa Richard Punkt þarna. 1998
þá keypti ég Herbalife af Mikael Nikolássyni. Var King Mike Væntanlega góð þjónustulund þar. Kauptu þetta bara. Sko, hann kom ekki með þetta heimtímina neitt. Ég þurfti að mæta til hans í 17 kringlunni til að ná í þetta drasl. Ég smakkaði þetta ekki eins og ný, en King Mike hann seldi mér þetta og hann nefndi í valla. Þetta var í svona póka og hann sparkaði hann svona í áttina til mín. Þú keyptir þetta? Ég keypti þetta, já. Ok, þú keyptir Herbalife af sem multi-level marketing ekki scheme, en concept. Og Richard keypti sinn sínu. Já. Sko, þið voru ekki að selja þetta, en það sýnir samt að þið voru með svona netta frumkvöðu líkur að keypti þetta. Þið var bóðið punkt, 2-2. Yes. Það er 2-2. Ok. Hefur þið farið á skemmtistað, hent almennum borgara af flöskuborði og sagt snáfaðu, shit, ég mættur á svæðið? Nei, það hef ég ekki gert. Og bara nokkuð stoltur að því. Þú einhvern tímann sagt einhverju, ég verið með á jamminu, þú farið á stað, flöskuborðinu upptekinn, þú pikkaði gæinn síðan flöskuborðinu, hörðu, einhver möguleika að græja borð? Það er öll upptekinn, einhver möguleika að græja borð samt? Já, að því þú segir þetta svona, en ég hef ekki sagt snáfaðu burt CD. Nei. Veistu hvað CD þýðir? Nei. Þú segir nú höfðið ég. Segðu þú nú? Celebrity Dick. Celebrity Dick in the house. Það er svo eftir dagur ekki. Ég bara feskur, sko. Þú ert orðin CD, sko. Þú ert CD í þetta. Ég hef margótt hent fólki í burtu. Já, það er alveg komið fyrir að ég hef átt panta borð og setur eitthvað fólk og ég beði það bara vinsanast að fara, sko. Það er sem að spurja um. Já. Nei, þú spurrir ekki um það. Þú spurrir, vinsanast snáfaðu burt CD. Ok, þú allavega hefur mætt á stað eitthvað fólk sem var okkur borði og því var skóplaði burtu fyrir King Richard. Já, nákvæmlega. Punktur á Richie. Maður hefur á stundu verið hann í kókainherbygginu í BFM og beðið fólkum að færa sig og sagt bara, maður þurfa að tilla sér. Má kalla þetta kókainherbyggið? Já, þetta er stundu kallað það, ég veit ekki á hverju. Næsta spurning, hefur verið það sparsamur og skinsamur, like a true entrepreneur, að þú hefur rettað þér pítsusponsi? Ég rettaði mér aldrei pizzasponsi. Sko, Richard er eini núlefandi Íslendingur sem talaði inn á pizzauðlýsingar fyrir 2 fyrirtæki. Hann er bæði Rödd Dominos og Castello. Nei, við skulum hafa það á hreinu. Ég er aldrei Rödd Dominos. Ég lýsi inn á auðlýsingar. Herru, slakaði bara á. Herru, akkur þú hlægir svo trúður. Slakaði bara á. Það er rétt hjá Hjöbi. Nei, þetta er ekki rétt. Það er vandrarlegt að tala inn fyrir 2 pizzastæði. Ég var að gera multi-billion-dollar samning dag með Bauhaus sem er út allan heim. Þú ert að lesa inn á fyrir einhverja pizzastæði. Hvað er ég að tala við Ingo Sæland? Má ég tala? Slakaði bara aðeins á. Herru, ég sagði því, herru, ég talaði ekki inn á Dominos. Sem ég vil er Rödd Dominos, en ég lísti inn á auglýsingu það. Sem ég vil reykur most successful pizza á Íslandi. Ok. Ég lísti inn á Dominos, en ég er röddinn hjá Castello. Ok, frábært. Dominos keyrir auglýsingar á þér 24/7 eitthvað, mark eitthvað. Þú veist eitthvað öskrandi. Nei, gera þetta aftur. Þetta var nákvæmlega, ég náði mjög vel. Nei, alls ekki. Ok, en þú ert Rödd Dominos, já eða nei? Ég er að lýsa inn á auglýsingar hjá þeim, já. Ertu fría pizzur, já eða nei? Já. Einmitt, punktur á Richie, þetta er ekki flókið, sko. Það er 4-3 fyrir Richard í Battle of the Billionaires. Þetta er meiri billionaire en ég samt að því hann með einhverja pizza. Já, þetta er allir milljónamæringar eru sparsamir á einhvern ákveðin hátt. Hann eyðir ekki penningu í pizzu. Það er mikið eftir að þessu. Það er 2 spurningar og þú ert með the lead, Richard. Já, frábært. Youngblood, búin að vera ríkur í ár, er að pakka saman old money. Svona old veteran í þessum bransa. Sko, 8 úr sem kostar meira en $1,000. Nei. Eða ertu svo Squeak Scolari low budget úr? Check this shit out. Hjörður var að taka sér úr í hérna í þessum tölu orðum. Ég geng ekki með skartgripi og aldrei gert. Ég verða við ekki að ég þekkir þetta ekki með, ég segi eitthvað Omega Speedmaster Professional, hvað kostar þetta úr? Hvað kostar það $8? Við tjekkaðum bara á því á netinu. Já, þetta er hérna The First Moonwatch. Hvað, ég googla það? Ég þarf að vita hvað það er að fá punkt eða ekki. Já, þetta er ekki alveg sættir að. Ég er ekki með úr á mér. Það hlýtur að vera dýra úr sem hann er með á sér. Kannski áttu eitthvað úr heima hjá þér, Richard. Nei. Hvað var upp á þess að við spyrjum? $1,000. Já, ég margkvaldaði með 6-7. Guð minn góður. Ok, góðastundir. Frábært. Það er 4-4 og við höfum eina spurningu eftir Battle of the Billionaires.
Ertu með skúffu heima hjá þér í svörtum skáp sem erfitt að loka át af seðlum? Herru, við skulum bara fá lag. Nei, ég get viðurkennt það. Ég vil ekki klára þessa keppni. Já, ég get sagt það, ég hef alltaf neitað því að fá borgað svartdaugsli. Ég hef aldrei Ég ætla að segja keppinu það. Ég er með auka spurningu þegar þessi er búinn. Nei, ég verð að veikina. Ég gef allt mitt upp, þannig að ég hef aldrei verið með einhverja peningaskúfur eða eitthvað svoleiðis. Ok, Steingrímur, allt í góðum með það. Þú bara allt góð. Vipaði boltan eða Richard? Herðu, ég gef allt mitt upp líka. Ok. Og allt í góðu með það er glæpur. En þú notar rosalega mikið peninga. Er glæpur að eiga seðla? Nei, alls ekki, það er ekki að segja það. Nei, ég held ekki. Jú, ég á svo sem alveg smá. Ég er búin að safna mér alveg. Í svörtum skáp? Í svörtum skáp? Hvað, vilt ekki bara segja hvernig þú dyrkar upp lásin heima hjá mér og allt í góðu með það bara? Herri, ég býði Tröllakór 12 bjallanir hérna. Fyrir næsta spurningu. Þetta er svona, þetta er glerskápur stór, hann er hjá, hérna, ef þú ert glæpamaður og ert að hlusta, þá mæli ég með að fara inn svalinnar. Herðu, hann er hjá svölum. Næsta spurning. Síðan spurningin, Hjörbi, þú getur náð í punkt. Þú vinnur ekki þessa keppni, það er 5-4 fyrir Richard. Hvað er að mesta svo úr eittin og skemmtistað og sá sem er hærrið þarna fær punktinn, þetta er mjög einfalt. Er vinna fyrir Rikki að fara að vinna 6-4 eða er þetta dead tight 5-5? Ok, alltaf Richard, þú byrja. Já. Hvað er mest svo eitt inn á skemmtistað? Inn á, bara einu skemmtistað. Já, skýt saman hvað skemmtistað. Ok, einu skemmtistað 90.000. 90k? Það er ágæðs upp að Hvernig fórstu því? 12 flöskur, 45 hver. Já, og Richard borgar. Ég borgaði reikningin. Maður sem þú ert. Þú sagði búin að rífa þig í gang. Þú sagði bara Richie Rich borgar. Nei, ég sagði reyndar aldrei Richie Rich. Ég tók bara reikningin, sko. Þú þarft að toppa þetta, Jöbbi. Já, ég toppaði þetta og ég eiginlega fimmfaldaði þetta. Fimmfaldar þetta? Já, ég var stattur 2011 í Lundunaborg. Ég og Gummi Ben vorum að heimsækja... Lundunaborg, hvað er þetta? 60 gæi hérna á móti mér? Já, segð bara London. London, já. Við vorum hérna stattur í London og vorum að heimsækja Eiðsmára Guðjónsson sem var svo almennilegur að vilja kíkja með okkur á lífið. Ok, I like that. Og þegar við mættum á lífið voru mættir menni svo James Tompkins, hafsendi í... Já, en hann sem hafsendi í Vestham á þessum tíma og Manuel da Costa, Carlton Cole og Kieran Dyer. Ok. Og við sitjum hann á svona stóru borði. Like that. Með rísastórar svona vodkaflöskur. Það voru ekki svona einhverja litlar vodkaflöskur í einhverju svona ístæmi. Þetta er bara mjög háar. Og það sá allir við vorum með þér. Ok, hvernig var þetta dýrskvöld fyrir þig þegar þú ert með öllum þessum gæjum? Hér kemur sagan. Hilmar Pétur Hilmarsson sem því miður núna er látin og Guð blessi hann. Hann var nýbúinn að láta mig á Platinum Card sem þýtti það að ég gætt nánast strauja þeir upp að sem ég langaði að strauja. Nú, það kemur alltaf einhver dama og segir mér að það er eftir að borga fyrir borðið. Ég hugsa með mér, já, þetta hlýtur bara að virka eins og Íslandi, ég ætla að borga hérna 1/8 af þessu. Gjörðu þið svo vel. Nú, eitt leitt af öðru. Og Hjöpi tók borðið. Já, sem hafa þannig að ég vaknaði daginn eftir og fatt að ég tók allt borðið og þetta var 2011. Því líku kongur. Og þetta var jafnfefli. 5-5, Battle of the Billionaires. Þetta var type half. 5-5. Herru, hendum okkur í lag bara, því líka vitleysan. Trúðalestin á FM. Hjá okkur færðu kraftmikla þjónustu á sjálfsafgreiðslu verði. En einn komd inn í hlíðina. Laugarásbíó kynnir ný viðmið í bíóupplifun á Íslandi. AXL. Dolby Atmos hljóðkerfi, Barco 4K laser myndgæði og hágæðasæti með meira fótoplási. Sjáðu nýjustu myndirnar í bestu mögulegu gæðum. Laugarásbíó. Bara lúxus. Það er opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Eiðistorgi, Spönginni og Akureyri. Hagkaup. Stöð 2 krakkar hlýtur að vera uppáhald yngri kynslóðarinnar en þar er að finna vandað og vinsælt talsett barnaefni frá morgni til kvölds sem skemmtir kvílunum okkar þegar þeim hentar. Allir uppáhaldsþættirnir á einum stað. Dóra Landkönnuður og Diego, mörgæsirnar frá Madagaskar, Maja Bífluga, Kvellir keppnisbíl, Svampur Sveinsson og svo miklu fleiri.
Stöð 2 krakkar. Aðeins það besta fyrir börnin. Komd inn í hlýjuna meðan við dælum á bílinn. En einn, þar sem þjónustan kostar ekkert aukalega. Jólasnjórinn fellur klukkan 20:59 í Keiluhöllin í kvöld. Og Bjarna Guðlaugs verður live á sviði og gemur öllum í mega fíling. Lengri happy hour frá 9 til 12 sem þýðir að það er 2 fyrir 1 af öll á barnum, líka af jólatúbor. Keiluhöllin Egilshöll, vorskæri festi í víkendin. Team Drolla, láttu dróna frá dronefly.is í málið. Takk fyrir frábærar móttökur í sumar. Nú eru nýjar 360 gráður myndir komnar inn á já.is. Snjórinn fellur í kvöld, klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Trúðalestin á FM 957 á þessum frábæra föstudegi. Það ég elska mest við þetta lag þetta. Það í byrjun sko. Það versta við að ég aldrei að fara að losna við þetta held ég. Það svo gott sko. Það sé alveg klárt. Herru, við erum búin að vera í góðum gýr. Við erum heldur ekkert að fara að hætta að vera með trúðalæti. Strákar, við erum, sko Hjórar, þú ert 37 ára. Egil, þú ert 37 ára. Hætt að segja fólki hvað gamlir er piece of shit. Jack of poop. Hvað það, þú ert 32 Ég er 32 ára. Við erum komnir yfir 100 ára sem sagt, við þrír, sem sagt samtals. Þannig að ég er að pæla, við elskum samt bara einfaldan húmor. En það getum við ekki verið sammála það, eins og Framsókn myndi segja. Getum við ekki verið sammála það? Herðu, Egil, mér langar að fá því smá áskorun. Jésús. Af því að við höfum nú oft verið saman í þætti eins og blöðþættinum og svona. Það er aldrei verið jákvætt þegar þú segir, Egil, mér langar að við fá því áskorun. Það er alltaf slæmt. Uppáldið mitt þegar ég er með agli í þætti, það er að fá hann til þess að hringja okkur. Það þarf ekki meira til þess að skemmta mér. Því ég fæ Egil til þess að hringja okkur stað, eitthvað veitingastað eða leigubílastöð eða hvað sem er. Og hún segir, já, halló, og þú segir, herru, getur þú tjekka á einu? Ég gleymdi henni, ég var hérna hjá okkur daginn. Og þá kemur hún, já, hverju? Raskatinn á mér? Já, raskatinn á mér, já. Já, það kemur rosalega mikið óvart, ég sé bara að segja það. Ég glemdi mér raskatinn. Ég glemdi því hvað í leigubíli það ekki síðast. Já, glemdi í leigubíli síðast. Jésús. Herru, ljúka mér svo bara af. Ég ætla að hringja semst á veitingastað, bara út í bæ. Og þú átt semst bara að, já, og þú voru að koma svolítið vel aðeins og þú átt að hafa svona smá undirbúning. Getur ekki bara hringt og haldið kjaftið það? Já, ok, góða punktur. Herru, hringjum. Red Chili, góða kvöldi. Já, góða kvöldi. Red Chili? Já. Góð og blessa kvöldi. Ég var hjá þér áðan, að borða. Já. Var að fá mig steik ég sat uppi sem sjónvarpið hjá þér. Ok. Í horninu þarna, ég held ég að gleymt svolítið hjá þér hérna. Þú getur aðtúðað fyrir mig í horninu þarna. Já, hvað er það? Raskatinn á mér. Góður. Getur þú einhver tjekkað og þú sjáir þannig eitthvað liggjandi þannig einhver staðar? Kannski í sætunni eða undir? Takk fyrir að hringja. Takk fyrir það. Þetta er síðan skipti sem ég hringi. Nú er ég hættur í þessu kameri. Er lægi að gera þetta aldrei aftur, veit ég? Herðu, bara, ég var á einu sinni enn. Ég ætla að hringja á eitt stæði viðbót. Og ég ætla að fá konu. Það er ég að gera þetta aftur? Já, þú voru að gera þetta aftur. Herru, ég ætla að hringja hérna. Leifja Lámann að versla, góða kvöldi. Já, góða kvöldi. Ég var að versla hjá þér fyrir svona 90 mínútum. Já. Og ég tek gleymt svolítið hjá þér hérna. Já. Líklega þarna bara á afgreiðsluborðinu eða veit ég út að mista á gólfið eða eitthvað. Hvað er aðtúða fyrir mig? Já, hvað var það? Raskatið á mér. Já. Ég hef nú ekki séð eitthvað svoleiðis. Nei, ekki ríkja augun í það. Nei. Það hefði örugglega verið tekið eftir því. Jæja, áfram gakk. Takk kærlega fyrir þetta. Takk. Yes. Nú er þetta búið. Þetta komedi í búið nú, Richard. Áður við hættum leggjum við þetta komedi í búið. Hjörvar, getur þú treystir í að gera þetta? Það setur ég höfða í þetta. Ok, fuck it. Ég hef meitt hérna, klárt. Strákar, ég ætla að vera með smá twist á þessu, ég ætla að tala ensku. Ok, ég meita hérna.
Ara, góð kvöldi. Ara. Já. I had pizza tonight. I forgot something there. Oh. Yes. It was where the big screen is. Something that's very dear to me. Okay. Hvað varstu búin að gleyma? My asshole. Phone? No. My asshole. Ég sé ekki neitt maður. Þú getur komað bara að kíkja hér, ég er það að bíða eftir þér. Hvað var þetta? Segja á íslensku. Raskatið á mér. Ahaha. Þú getur komað að náða morgum hann. Ok, takk. Ok, segðu það. Helviti var að léttur það. Léttur fyrir okkar manni. Þetta svo mikill vinu minn í dag. Það var eins og var að snúa hníf í bakinn á mér meðan ég var að flytta í honum. Herðu, þetta var 12 ára húmor dagsins í trúðalestinni. Stöð 2 krakkar hlýtur að vera uppáhald yngri kynslóðurinnar, en þar að finna vandað og vinsælt talsett barnaefni frá morgni til kvölds sem skemmtir kvílunum okkar þegar þeim hentar. Allir uppáhaldsþættirnir á einum stað, Dóra Landkönnuður og Diego, mörgæsirnar frá Madagaskar, Maja Bífluga, Fellir keppnisbíll, Svampur Sveinsson og svo miklu fleiri. Stöð 2 krakkar, aðeins það besta fyrir börnin. Jólasnjórinn fellur klukkan 20:59 í Keiluhöllinni í kvöld og Bjarnar Guðlaugs verður live á sviði og kemur öllum í mega fíling. Lengri happy hour frá 9 til 12 sem þýðir að það 2 fyrir 1 af öllu á barnum líka af jólatúborg. Keiluhöllin Egilshöll, vorskæði festi í víkendin. Tax-free af öllum leikföngum í Hagkaup til sunnudags. Hagkaup. Komdu inn í hlýjuna meðan við dælum á bílinn, en einn kraftmikil þjónusta á sjálfsafgreiðsluverði. Iceland Airwaves off-venue í dag á American Bar. 13:00 VO, 14:30 Benny Crespos Gang, 16:00 Shakes, 17:30 Atom Station, 19:00 Vasi. American Bar, staðurinn þinn. Ert þú kominn með neyðarkall í hendurnar? Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Frábært úrval af leikföngum, rúmum og nammi fyrir dýrin þín. Dýrabær Smáralind, Kringlu og Reykjanesbæ. Kynntu þér húsumsjón eignaumsjóna. Nýja þjónustu við húsfélög og rekstrarfélög. Eignaumsjón.is. Í fyrsta og eina skiptið, trúðalestin á FM 957. Það held ég trúðalestinn á FM 957. Við erum hér Rikki G, Hjörvar Hafleiða og Egill Einarsson. Við erum hér í bjórskólanum í Ölgerðinni og við erum að fara að sjálfsögðu, við erum að fjalla jóðdaginn, J-Day. Já, jóðdaginn verður líka fagnað hjá vinnum mínum, King Simaville, Self-Made Millionaire, í hérna Keiluhöllinni. Ok. Og hann ætlar að gefa eiginandaráriðanir og fólk fær myndir og allt. Og ætla líka að segja þjóðinni, Self-made. það margir hlusta núna að hugsa, ok, Rikki mökkar í radio. En, ég ætla að segja það í Íslandíka, Rikki er meter frá barnum og fyrir gamaldags fyllibittu eins og Richard þá það helviti erfið. Varstu búin að heyra söguna og það var óp? Já, það sofnaði á DJ-bólinu. Það er best að segja eitt sko. Já, það er flott að vera með 2 trúðurna á móti sér í sama bólnum, by the way. Já, fyrir mjög official Rikki G-bólunum, Richard. Já, en sko Egill, það er næst, sko, þú ert ekki að skrifa, ég er með á blaði, ég skrifa mína liði, þú kemur bara alltaf með einhver spurningamerki. Já, ég er bara svona styttingar sem vennilt fólk skilur. Já, hvaða vennilega fólk er það? Er mökk Rikki sem setur meter frá Bjórdælu. Ok, áfram með þetta. Ég er með kortmyndur frekar. Ok. 3 spurningar. Og ef ekki bara henda okkur í þetta. Jú. Það er klár. Ég er klár. Spurning nummer 1. Kortmyndur frekar velja að vera sköllóttur í frábæru formi og forríkur eða fátækur, allt of þungur með þykkt fallegt hár. Hvað er þetta að djókið mér eða? Sko,
Þá væri ég Þetta er tough question eins og ég í dag Tough question Eins og ég í dag Sko, af því að ég með þannig enni og þannig eyru, ég með mjög stór eyru því miður vita það allir Þessu fíll Ok, hey, wow Rikki, ekki vera dónalögu við Hvað, ætlar að fara að krydda í opið sári eða? Þessu gott eða? Þannig að þú veist að vera sköllóttur Stríkt alla sína barna sko eyrunum sko Það er ekki gott að þessi rubbing it in núna Hægt að rubbing it in sko Sko, málið það að vera með stór eyru og sköllóttur er algjör viðbjórum, mér er alveg sama Það er ekkit cash að fara að laga það sko Nei, því miður Ekki nema þú teipur þau niður Ég veit það Já, ég veit það, ég bara er ekkert að vera að teipa mér eyrun út af þess að vera sköllóttur Þannig að ég var frekar til ég var með vel þykkt hár Góð vinnum, Purdy Hands er komið þykkt gott hár Hann fór í dýra aðgerð Það er vandamálega Nei, var ég eitthvað að segja það? Nei, cash money, getur þú farið í það sko Já, ég veit það, en segjum svo ef ég get ekki laga þá myndi ég alltaf frekar vilja vera með þykkt gott hár Ekkert cash Og ekkert cash Af því að ég get búið mig til cash Ok, þetta er heiðalegt svar Richard? Mjög öll hjá mér Ég ætla bara að taka mér hárið vera vel successful og eiga nógu peningum Þú taka þetta þykka fallega hár að þér sérst Já Ég er ekki að vera leiðalur Richard Ég held að þú værir ljótur Ekki öðlilega ljótur Ég hef verið krúnurrakkaður sko Já, því ég er að horfa á þau núna Og þá sagður við mig Þetta bara ferði við Ríkar Þú gætir ekki fengið Ekki kalla mig Ríkar Ég var að vera næs Þú gætir ekki fengið gellu stundum Þegar þú snóðar Þá getur ekki eins og fengið gellu Þó þú væri 10 skall hangað út buxnaklöfuna þér sko Ok, basketball Er það leikið nummer 2? Ég er bara að segja Þú gætir ekki fengið gellu Þú varst að stela þessari línu basketball Gæl sér áfram Sko, já, en allavega næsta spurning Mjög einföld spurning Hyggsta alla daga að eilífu eða vakna með það að blöð sest ofan á andlitið að þér alla mótna næstu 6 mánuðina og vekur þið þannig Ok, ég þarf að byrja á þessari spurningu þegar hann sest ofan á mig er hann í galla ok Hvað heldur hann í buxum? Ok Þú taka það fram, Richard Því hann er skollu hann er rassin á honum og andlitið á honum Það er bara vegmálega það er hægt að vakna verra við lémina Já, veist sko, ég get sett rætt eitt sem að sko, hann má segja margt með Blöndal en hann þrífur sér vel og hann er mjög snittur og náður og hann er líklega svona best líktandi samstagsfélagi minn sko, Gilsen fór í gegnum 4 ár þannig að hún svita líkt á honum það sem að tók svona blessa eina sem að gerði maður tegði hendunum fram og sagði Gilsari, blessaður passaði bara að koma sér ekki nála þannig að hann var svo rosalega svitalegt það er ekki búið í dag samt það er búið í dag, ég var að segja, þetta var í gamla dag þá tegði maður bara hendunum svona á honum blessaður, gamla sjáðu gamli en blöðum á það, hann rosalega því að oft er það með sköllótt og gæja þeir bæta oft hlutinu upp á öðrum stöðum og hann hefur gert það að listgrein að vera vel lyktandi þannig að ég væri eiginlega frekar heldur hann með hyggst á hverjum einast degi þá myndi ég frekar átt að hann setjast og náttúrulega nækin Herðu, hendu þessum svita undir hendun það verður ég ætla ekki að fá blöð á andlit á mér því miður Það er út að hyggsta alla dagar sko Já, ég ætla ekki að fá blöð ofan á andlit á mér Í 6 mánuði Í 6 mánuði? Ætlar að hyggsta alla æði Veistu hvað, leiðilegt að hyggsta það hundlega Herðu, ég var löngu farinn bara til 2 og blöð var alltaf að setjast ofan á andlit á mér Þetta er bara 6 mánuði Allavega áframgak, næsta spurning Hvort myndirðu velja að horfa á foreldræðina stunda kynlíf á hverjum einasta degi Hversu veikur ertu? Má ég klára spurninguna, Richard? Hvort myndirðu velja að horfa á foreldræðina stunda kynlíf á hverjum einasta degi það sem eftir er eða hoppa upp í rúm og taka þátt einu sinni og búið Þú ert náttúrulega þú þarft hjálp Sko ég Það er ángríns, þú þarft bara ángríns aðstoð Þú veist, það þarf bara einhverja aðstoð Þú veist, hvað er að þér? Þetta er bara Sko, spurning sem Ok, ég ætla að brjóta þetta aðeins niður Sko, þú sagði mér eins og frá því að Sagði hver? Býtu aðeins, leið mér aðeins tala Já Slaka þú aðeins á Sko, þú sagði mér eins og frá því eitt minn að systín hefði gengið inn á fóreldræðina þegar þau voru að njóta hvers annars Var það ekki Circle of Trust eða? Jú, en það er jólatúbordagur í dag Áframgak Og það hefði verið erfið stund fyrir hana Ég myndi ekki vilja sjá þetta En að vera með í eitt skipti er bara
Það eitthvað mynd sem að bara virkar ekki. Herðu. Ég myndi frekar Ég myndi frekar vilja vera í besta sætinu og horfa ykkur með eins að degja bara besta sætið. Herðu. Ég tek besta sætið og þetta. Herðu, má ég bara taka svar? Ég bara kýsa að drekka stíplöðu. Nei. Hey Richard, þetta er 2 valmöguleikar, sko. Að horfa á foreldra mín að gera það eða að taka þátt einu sinni. Sko, það sem eftir að lífu alla daga. Já. Eða einu sinni og búið, bara quick and painful, búið. Mamma og pabbi náttúrulega hættu saman eftir öttu þig, kannski eðlilega. Þá er það svona, hvað kallast þetta aftur þegar að fólk stundar kynlíf eftir að vera hætt saman? Make-up kynlíf. Þannig að þú ert að horfa á svona hart make-up kynlíf, það sem eftir aðefinar. Þú veist, Guðni múrari, glerharður. Ef þú kalla pappin aftur glerharðan og múrara, þá... Hann er múrari. Já. Hann hefur múrað fyrir mig, sko. En ef þú gerir þetta aftur, þá... Hann er múrari, Richard. Já. Hvað segirðu? Hvað valdi Hjörvar? Hjörbi valdi að horfa á þetta alla daga þá getur hann kveður hana heim. Í besta sætið, svo norða. Ég veit ekki alveg hvað þetta var besta sætið, en... Alla ævi. Já, í staðið fyrir að hoppa bara einu sinni í þetta. Það vera með í þessu... Bara keyra þetta í gegn og þetta búið, sko. Ætla þú vera með í make-up sexinu? Herru, þá bara segi ég mamma og pabbi, let's make a show. Þú ætlar að klára þetta bara. Herru, fámlag, Guðana bænum. Við erum í beinni útsendingu frá Ölgerðinni, Bjórskólanum og ástæðan fyrir strákar að við erum hérna, það er jóðdagurinn J-Day og Túborg Júlebrí er að mæta á knæpur bæjarins. Við erum komið góðan gest hérna hjá okkur og það er Garðar Svansson frá Ölgerðinni og við byrjum á jóðdagurinn út á hvað snýst hann? Þetta snýst bara komu jólabjórsins. Hann kemur á markað í Danmörku 2059 og ástæðan fyrir því er 1981 þegar að framleiðslan á dörunum klikkar og bjórin, þeir ná ekki að keyra bjórin út, svo keyrar hann út 2059 og þá fellur fyrsti jólasnjórin. Þannig að þess vegna kölluður þetta jóðdaginn. Jóð einfallega fyrir jól. Þetta er besta útskýring á jóðdaginn sem ég hef heyrt. Þetta var bara life-changing story. Já, þetta var geggjur, ég hef ekki hugmynd um þetta, ég viðurkenni það. Það með við erum að tala um það að jóðdagurinn er að því að Danirnir komið svo út hvað 2059. Já, og þegar að bjórin lendi á börunum 2059 þá fjall fyrst í snjórin. Þess vegna segjum við að snjórin falli 2059. Og verður öll Ölgerðin svo leggur sig 2059 kvöld mökkuð? Líklega. I like that. Túborg jólabjór, hvað er hann búin að vera svona þessi bjór? Þetta er hann búin að vera svona yfirbura bjór upp á jóladæma að gera. Hvað er hann búin að vera lengi svona yfirburar? Hann er búinn að vera yfir bara síðustu ár allavega. Sko núna er ekki búið með 12 jólabjóra frá það segir Martur hversu góður þessi bjór er. Ég ætla að vera completely honest, ég er komin á 5. Þú ert búið með 13. Rólegur, Richard. Lakkað árið. Ekki ljúa hlustundum. Rikki er ofur á ljúdöppun. En það er enginn að maður gaggrina á þetta. Af hverju? Út af því að við erum trúðalestin. It's a one-time show. Hvað ætla að gera? Fire us eða? Nei, ég meina... Sjóið klárast klukkan eftir 10 mínútur. Nú mætti ég hérna klukkan 2:30, þá var ekki búin að vera hérna í 4 tíma að södra. Hvað er það við hennan bjór sem gera hann svona einstaklega? Er það lakrísbræði? Það er lakrísinn. Það er svona jólafílingur í lakrísnum. En það er ganga. Þetta er ákveðin ganga, eða ekki? Jú, við byrjum 2059, teljum niður með látum og stæl á dönsugaráni kl. 2059 og svo í kjölfarið því þá röltum við bara í bæjarins og hérna kíkjum á stemningun á börunum og gefum húur og bjór og höfum svona alls konar læti. En fyrir fólk sem vill mæta, hvert á það að mæta þegar það vill byrja í göngunni? Það er best bara að mæta á dönsukrona, bara tímalega og svo, eins og ég segi, svo teljum við niður 2059 og í kjölfarið því röltum við á stað og þá getur það fyllt okkur í göngunni og ef það hittir á Túborg jólasveinin í bæ, þá skora ég á það að spyrja hvort hann ekki bjór fyrir sig. Það er allir að hringin jólinn í dag. Við erum að heyra þetta á dönsku krónu. Við erum að heyra Self-Made Millionaire sem við vil allir að gera upp í Keiluhöll.
Já, þetta er raunum alltaf gerast. Þetta er rak innan sem alltaf maður. Herðu, við skulum henda einu lagi á. Við minnum á dönsku krána 2059 gangan og hugsanlega free beer. Það er svoleiðis. Það held ég trúða lestinn á FM 957, það er svona að fara að síga og setja hlutan og lítið eftir en strákar, ja, alveg Egill, þegar ég og þú þegar við höfum verið saman í útvarpi, þá hefur okkur við höfum alltaf haft gaman í að tengja fólk. Við eigum það svolítið. Það með að svona áður við hættum þessu. Þið höftu upp á því eða? Nei, við reynda að gerum það ekki. En við bara byrjum á því aftur og við erum að gera það mjög vel síðan. Mjög vel. Það er svoleiðis. Það er þannig. Við ætlum að tengja sem sagt tvær konur sem heita nákvæmlega sama nafni, sem sagt bæði fyrir og eftirnafn. Og við ætlum að sjá. Sem persónulega vera great comedy. Já, ég er sammála því. Við skulum að heyra það núna. Halló? Já. Góðan daginn, hver er þetta? María? Þetta er Marja? Já. Ok, viltu tala við hana á Mæju? Hver er þetta? Já. Já. Halló? Já. Hver er þetta? Þetta er Marja hérna? Marja? Pétursdóttir? Já. Hver er þetta? Þetta er Marja Pétursdóttir hérna. Já. Hver er þú? Ég er Marja Pétursdóttir hérna já. Á hvað? Á Dalbraut 18. Þetta ég bara fatt ekki neitt. Hæ? Já, þú ert að hringja eitthvað vitlaust. Já, ég hringdi ekki, sko. Nú, hver hringdi? Einhver kallmaður. Og spurði hvert þú vildi tala við Marju Pétursdóttir. Hæ? Nú, ég er ekki með á þessu. Nei, ég veit ekki meir, sko. Hvert ætlaði þú að hringja? Ég var ekkert að hringja, ég var bara að ansa. Já, en ég hringdi ekki, síminn lá hérna á borðinu og hringdi. Já, þá er þetta bara eitthvað fell. Já. Og við verðum að fyrirgefa það. Já, við verðum nú ekki í sjokki út af síminn. Allt í lagi, takk fyrir. Já. Ég var ekkert að hringja, já. Þetta verður aldrei þreytt. Það er nefnilega málið. Herru strákar, það er búið að frábært að vera með ykkur inn í kvöld. Þráttur að sé búið að ljúa mikið upp á mann. Já, það er búið að hellinga upp á þig. Hver er að ljúa upp á þig? Það er búið að ljúa hellinga upp á mig. Ég sé fyrir það fyrsta mökkaður sem er ekki rétt. Nei, út í glasi. Þeir eru í sömu bólum þið tveir. Þeir eru búin að setja mótið mér í allan dag. Við erum með Rikka G bólum. Official Rikka G, já, frábært. Á hverju mættið þú ekki honum? Af því að mér var bara ekki tjáð það að það ætti að mæti í þeim í dag. Það reyndar fattaði á hverju. Þú varst náttúrulega í honum í ræktinni á hann. Við ætlum að koma á óvart, Richard. Við erum í Rikka G bólum. Herru, Hjörvar, hvað ert þú að fara að gera með helgina? Það er herrakvöld Gróttu hérna rétt á eftir, hjá mér. En Gilsi? Ég hlakkaði til, Seltjarnarnesið. Nesið. Love that place. En Gilsi? Ég er að fara út að borða á morgun með Blondell og Stoney og þér. Meðal annars. Var mér búið það? Þetta er ekki búið, ekki ennþá, en kannski. Áfranga. Og síðan bara, fá mér nokkra kalda og ég veit það ekki. Er ég ekki að vera út að borða með ykkur eða? Þú átt fyrst að fá fórleipbóð, það er skref 1, sko. Byrjum að því. Áfram gakk. Og næsta mál. En Rikki, þú ert náttúrulega, sko, nú ertu væntanlega á leiðinni beint í rúmið. Já, það er búið að vinna mikið í dag. Rikki, sko, hann er að fara að spila Ghostbusters og hverfisbarnu klúna 3:45. Nei, það er Iceland Airwaves, það er engir plötusnúður á hverfi sem þess að. Það er svoleiðis. Það er frí. Ég er í frí helgina. Alltaf ekki bara hell í því? Nei, ég ætla bara að fara heim og slaka á. Er það glæpur eða? Nei, alls ekki, bara spyrja, þú ert slakað á. Herru, trúðalestin hefur lokið ferð sinni hér Ísland. Við þökkum kærlega fyrir samfélgina. Rikki G, Hjörvar Hafle og Egill Einarsson, það búið gaman að vera með okkur. Við þökkum fyrir í bili. Góða stund. Verið sæl. Góða stund.